Jæja, komið þið sæl og blessuð og hjartanlega velkomin í stóra efnafræði þáttinn hans Sveppa Krull. Þar sem hann ætlar að vera svona aðstofamaður. Því að Villi, hann nefnilega miklu meiri svona efnafræði kall heldur en ég. Og hann ætlar að koma hérna til mín og gera alls konar svona efnafræði tilraunir, sko. Það því að hann rosalega mikill svona spekingur og pælir í alls konar eðlisfræði, starffræði og alls konar svona skrýtnum fræðum. Og hann bað mig að gera allt tilbúið fyrir sig. Þannig að ég setti bara hérna dúk á borðið og ég búinn að taka til alls konar svona dót sem hann gæti mögulega notað í einhverja svona efnafræði tilraunir. En ég ætla svona að gefa ykkur svona forsmekkin af því sem koma skal. Til dæmis þá eitt mjög skemmtilegt og svona auðvelt tricks eða svona tilraun. Þá ég bara með svona fulla skál af vatni eins og ég sjáu hérna. Geymum hana hérna, sko. Svo ég hérna með 1 glas og það sem ég ætla að gera það að ég ætla að fara hérna úr sokknum. Búinn að fara úr einu sokk. Skella mér úr sokknum. Þá ég komið með sokkapar hérna sem við setjum ofan í glasið. Svona. Mjög gott. Næsta sem gerist það að við snúum þessu á hvolf og við dýfum þessu ofan í vatnið. Sjáu þið. Dúbbi, 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 dúbb. Æ, eru blauti sokkarnir mínir? Það er svo vant að vera í blautum sokkum. Tökum við þetta upp úr. Og viti menn, skulum við kíkja á sokkana. Alveg þurrir. Þetta mjög einföld tilraun sem að þið getur meira að segja gert bara heima. Og svo ég með annað hérna. Og það að mér alltaf langa til þess að láta svona bíl svífa. Og ég með fullt af blöðrum hérna sem eru hérna svona heliumblöðrur. Og ég ætla að bæta við 2 blöðrum og athuga hvort við getum látið bílinn svífa. Þannig að við setjum hann hérna utanum, sko. Hoppabói, svona, sko, og svona. Og svona. Sjáu þið? Og svo legg ég bílinn bara hérna niður. Og úpp. Sjáu þið, svífandi bíll. Þetta flott. Já, maður getur endalaust leikið sér að þessu, sko. En við ætlum að bíða til Villa og sjá hvaða tilraun hann ætlar að bjóða okkur upp á. Nei. Búi. Jæja, Sveppi, í dag ætlum við sko að gera tilraunir. Já, en af hverju varstu svona lengi? Ég er búinn að bíða og bíða. Ég er svo lengi í strætó, ég er með svo mikið að tilraunadóti hérna í kassanum að strætóbílstjórinn sagði, nei, þú ferð ekki hér inn því þú ætlar að sprengja strætóinn. Ég sagði, nei, ég er bara farið til að vinna með Sveppa með tilraunadóti því við ætlum að gera tilraunir sem hafa aldrei verið gerðar áður í sjónvarpi og laugardagsmótni. Og strætóbílstjórinn sagði, ertu nú viss um það? Ég sagði bara, já. Allt í lagi, allt í lagi. Ég sagði, varlega. Sko, í dag ætlum við að gera mjög merkilega tilraunir. Og við þurfum hlífðargleraugu. Já. Þú veist ekki augun samt. Nei. Það er mikilvægt. Við ætlum að gera tilraunir með hita og kulda. Hita og kulda? Já, því það sem er heitt fer upp og það sem er kalt fer niður. En nú er mér til dæmis mjög heitt. Já. Af hverju fer ég þá ekki upp? Þú ert aðeins meira upp en niður. En alltaf með það. Svo ætlum við að gera tilraun með loft. Við ætlum að gera tilraun með loft og við ætlum að færa loft frá einum stað á annan án þess að sjáu það og það hefur áhrif þar. Það heitir loftmósa í vísindaheiminum. Loftmósa. Svo ætlum við að gera tilraunir með ekki neitt sem við ætlum að hella yfir eld og slökkva eldinn. Við ætlum að hella engu sem er samt smá úr flösku sem sést ekki og það slekkur á kerti. Wow! En hér er ég með handa þér fyrst slopp. Verður maður að vera í slopp alveg? Já, því það getur sullast á mann. Allt í lagi. Og við viljum ekki fá loft eða vatn yfir fötin okkar. Allt í lagi. Sko. Og þú voru að kalla mig Dr. Villa. Dr. Villi. Dr. Villi. Ég er samt svona meiri svona svo litli hjálparinn. Já, þú ert svona Georg Gírlusi. Já, þú ert svona skósveitnin minn. Já. Það heitir það. Hundtryggi aðstofamaður. Aðstofamaður, Svepp, sínbóður minn. Magdrými, hringi hann seinna. Aðstofamaður. Já. Taktu hendur á mér og sett hann í kassa. Gjörðu svo vel.
Ofan í kassan? Einn fyrir ofan í kassan, já. Já. Ég þarf að sækja með merkilega hlut ofan í kassan. Það ég að gera allt? Já. Svona, sko. Og varlega, og hér tek ég upp loft. Hvað með hendurnar? Hérna er loftið, gjörðu svo vel. Og settu þið í flöskuna, settu þið í flöskuna. Heltu þið bara í flöskuna, takk. Loftinu? Já. Flott. Við geymum þetta loft hér. Ertu tilbúinn? Ég held það, sko. Ég held það. Ég er svo spenntur. Ég er tilbúinn, Willi. Doktor Willi. Sko, þetta hérna er kalt vatn. Kalt vatn? Kalt vatn. Í könnu? Í könnu. Hérna er ég svo með rauðan matalit og heitt vatn. Finnðu hvað þetta er heitt? Það sem við ætlum að gera. Rauður matalitur og heitt vatn blanda saman? Já, og þá er það rautt, heitt vatn. Í matalit? Í kryddbauk. Svo erum við kalt hérna og ég tek tappan af þessu, set álpæpir yfir, læt þetta ofan í kalda vatnið. Þá er komið heitt vatn ofan í kalda vatnið en lokað. Svo stingi gat á álpapírinn og þá gerast töfrabrauð af því að heitt er léttara en kalt. Og þannig að heitt vill fara upp en kalt vill fara niður. Ég skil. Passaðu nú. Álpapír. Já. Vanda sig. Rólegur. Þéttingsfast utanum baukinn. Já, svo að það fari ekkert út. Stilltu þig gæðingur. Nú þurfum við sko að vanda okkur ótrúlega mikið. Nú setjum ég þetta ofan í. Ofan í kalda vatni. Heitur rauður matalitur í köldu vatni. Já. Ég er bara rosa spenntur, sko. Tilbúinn. Já. Hvað er með? Hérna er ég með skrúfu. Undirsynkuð. Tilbúinn. Stingi gat. Varstu fylgjast með? Já. Það er stærra gat. Og hérna. Wow. Hérna. Nú kemur. Þannig að mataliturinn, rauði, leitar upp að því hann er heitur í köldu vatni. Já. Wow. Heitt er léttara en kalt, eins og heitt loft fer upp, kalt loft fer niður. Menn hrista þetta nú ekki bara fram úr erminni og græja þetta á þess að vita hvað er að gera, sko. Það er alveg hárrétt. Þetta er ótrúlega flott. Sérðu það er alveg svona lína. Og fer þetta allt upp. Já, þangað til að kalda vatnið er orðið jafn heitt heita vatninu. Þá er það sem við köllum í evklíðskri rúmfræði algjör jöfnuður. Status quo. Já. Veistu af hverju heita vatnið heitir heita vatnið? Það því eitthvað verður það heita vatnið. Smá grín í mér. Já. Þetta var svona fyndið. Jæja, kæru gestir, þá er komið að næstu tilraun í tilraunarhorni Dr. Villa og Dr. Sveppa. Og áðan sáum við rauðan matalit fara upp í gegnum vatn, kalt vatn, sem var mjög skemmtilegt. En hvað ætlarðu núna að gera? Nú ætla ég að slökkva á kerti með ósýnilegum gasi. Já. Af því að hérna er kertið. Já, heyrðu, og þetta er bara hefðbundið spritkerti, er það ekki? Já. Eldur. Lofsuðutæki. Svona. Þarna erum við komnir með kerti. Hérna er bara gamalt gos. Gamalt gos. Sem við vorum að drekka og er næstum því búið. Já. Það sem við ætlum að gera er að því að í gosi er koltvísýringur. Og koltvísýringur er gasið sem að gerir gos svona sem stingur í tunguna. Má ég heyra hvernig? Já, ég kannast við þetta. Er koltvísýringshljóðið. Einmitt. Núna tek ég allt loftið úr flöskunni. Ég tæmi hana og bý til það sem við köllum í vísindaheiminum vakúm. Vakúm? Já, eins og þegar eitthvað er vakúmpakkað. Já, akkurat. Sko, nú er flaskan begluð. En hérna inni er fullt af gosi sem er að snúast fullt af hringi og við ætlum að frelsa gosið og þá gerum við það svona. Frjáls. Svo ætla ég
að hella koltvísýringnum sem er ósýnilegur og slökkva á kertinu án þess að hella gosinu. Það er líka hægt að slökkva með því að hella gosinu yfir allt. En það gerir maður bara einu sinni og þá er maður rekinn inn í herbergi. En maður getur gert þetta oft án þess að vera rekinn inn í herbergi. Bíddu, þannig að, já, allt í lagi. Fylgstu nú með? Já. Nú opna ég. Út af því. Sérðu, nú ertu búin að opna. Og nú helli ég engu. Góður! Vá! Hæ? Bíddu, vá! Geturðu gert þetta aftur? Má ég sjá, þú kveikir á kertinu. Hristir gosið. Vá! Þú slökktir kerti með engu. Var það málið? Já, með koltvísýringi sem að fer niður af því að hann er þyngri en loft. Þannig að ef við myndum fylla herbergi af koltvísýringu, þá myndum við að byrja niðri og lúbi-dúbi-dúbi-dúbi-dúb. Fara upp. Þess vegna legur það niður og bara kæfir eldin. Vá, þetta var mjög góð tilraun. Það fannst mér líka. Dr. Sveppi, Dr. Willi. þakka þér fyrir það. Þetta var glæsilegt. Þá er komið að alveg frábæri tilraun þar sem að Willi ætlar að skjóta á lofti. Ég ætla að flytja loft úr þessari flösku í gegnum heiminn og á mig. Dr. Sverrir, halda þessu. Og ég að gera? Já, þú miðar, nú er loft inn í flöskunni og loft hérna út allt. Já. En þegar þú slærðar flöskuna, þá þjöppum við loftinu saman og það kemur út svona ringbylgja. En við sjáum hann ekki af því að hún er ósýnileg, en við sjáum þegar hún lendir á hárinu á mér. Miða það á höfuðið og skjótu. Og vandaðu þig. Já, svona, bíddu. Finnur þú loftið? Já. Ef ég held bara á þessum álpapír, hefðbundinn álpapír, Ok, tilbúinn. svona El Toro. Hann hreyfist. Vá. Sko, Já. það fer hérna út. Út stútinn. Vá, þetta var frábært. Jæja, áttu eitthvað annað? Já, við ætlum núna að gera smá tónlist og láta glös tala saman. Já. Hérna er ég með 2 voða fín glös. Er þetta bara svona venjuleg glös? Þetta eru fín kristalsglös. Allt í lagi. Hvað ertu að gera núna? Hérna set ég álpapír, þá sjáum við það að því að ég ætla að nudda þetta hérna glas og þá fer það að titra og þá heyrist svona hljóð og það fer yfir í þetta hérna glas og þetta hérna hreyfist. Álpapírinn titrar. Bleyti ég puttana. Já, verðum maður að bleita. Já, það er betra. Svo höldum við hérna og tilbúinn. Og er þetta bara tómt glas? Já, sér álpapírinn hreyfast. Vá. Atjúhú. Sæljón. Hoppi polla. Þetta er flott. Get ég gert þetta? Já. Getur maður að prófa það? Já, ef maður hefur putta og glös. Já, ég er með sitt lítið af hvoru. Mjög gott, svo heldur ég hérna já, Fótinn? Fótinn og nuddar. Vá. Þetta geta allir gert, þetta er 0 hættulegt. Vá. Ég geti verið hérna í allan dag. Já. Þetta er mjög skemmtilegt. Þetta er flott og það er þegar glösin eru alveg eins, þá er sama tíðnin í þeim báðum, eigin tíðni heitir þetta. Já. Og þá titrar annað glasið og sendir út bylgjur og hreyfir loftið og þá titrar hitt glasið alveg eins. Já. Og þá hreyfist það. Ef við værum kannski bara með plastglas hérna megin en kristalsglas hérna megin, þá myndi ekkert gerast. Nei, ég skil. Þau þurfa að vera bræðra eða systra eða systkina glös. Þau þurfa að vera tengd. Eins. En það er ekki hægt að gera þetta bara með plastglas, svona. Nei. Það heyrist ekki en það titrar vissulega. Hlustaðu. En svona glas er best. Það er að vera kristalglas, fín, best að gera þetta með dýrustu glösin í húsinu. Lang dýrustu glösin. Og en mamma og pabbi segja, nei, þú ert bara að nota þetta hérna. Þá segir við, nei, hér slökum við ekki á. Villi og Sveppi settu standardinn og við ætlum ekki að vera bara með einhver ódýr ruslglös. Bara dýr kristalsglös. Já.
En þá þarf kannski mamma og pappa að standa bara við hliðina og fylgjast með. Það er betra, já, en ekki skipta sér af. Þetta er mjög skemmtilegt. Svo getur maður líka sett vatn í nokkur glös. Já. Og mismikið vatni, þá heyrir svona dú. Já, það er hægt að búa til góð tónlist. Já. Þetta var nú aldeilis glæsilegt, en ég hvet ykkur endilega til þess að sitja sér fastast við skjáinn, því hér á eftir ætlum við að gera tilraun með eld. Þá eru Villi og pabbi búnir að búa til alveg rosalegt svona, ég veit ekki einu sinni hvað þetta heitir, en þetta er allavega svona járnrör sem er tengt við gas og tengt við gítar. Þú veist, hafið þið heyrt annað eins rugl, gas og gítar bara í sama orði, Villi? Og þú ert með gítarinn? Varlega. Já. Og það kemur sem sagt, við kveikjum eld hérna, það er búið að tengja þetta saman einhvern veginn. Rétt. Hvað er þetta? Þetta eru gas og það verður logar upp úr þessu. Já. Svo þegar spila ég tón, þá hefur hann ákveðna tíðni, kvöldum það sínusbylgju. Sínus? Já. Einmitt? Og þá fer hún í gegn og þá ýtir hún lofti út, það verður misþétt loftið inni og þá kemur gasið hátt og eða hár eldur og lágur eldur. Þannig við sjáum hvernig hljóðið er í laginu. Í laginu? Í laginu. Og hérna ertu með magnara og alls konar svona dót. Já, tíðnigjafa. Allt í lagi. Og svo erum við með gasið hérna. Já. Og pabbi, við erum tilbúnir. Pabbi, þú mátt bara kveikja á gasinu. Það er best að láta einhvern fullorðinn gera það. Svona, já. Wow. Svona. Áfram eldur. Áfram eldur. Svona. Allt í lagi. Þá er komin eldur. Þetta er eins og 1000 spritkerti. Og hvað gerist næst? Pröfum, ertu tilbúin, Sveppi? Já. Ég set fyrstu tíðnina í gang sem eru 518 hertz. Gjörðu þið svo vel. Wow! Hún er svona í laginu. Þetta er ekkert smá flott. Svona eldbylgja, alveg bara wow! Þetta er magnað. Nú ætla ég að breyta tíðninni. Ég ætla að fara niður í 400. Nei! Þetta er mjög flott. Og nú ætla ég upp. Vísindin. Vísindi. Vá. Við skutum lofti. Þetta er mjög skemmtilegt og þetta er náttúrulega eitthvað sem er ekki hægt að gera nema með sko vísindamann og einn fullorðinn. Og rör, og eld, og gas og gítar. Nú set ég gítarinn í. Já, má ég sjá. Já. Þá blikkar sko. Vísindi, allt í þágu vísindanna. Við sendum loft í gegnum loft í hausinn á Villa og það var flott, flott. Stafarugl af sama orðinu en rímar ekki, það má. Þetta er glæsilegt alveg. Við settum heitt, ofan í kalt, það fór rautt, upp allt. Við settum líka kristalglös, hlið við hlið og þau töluðu saman. Já, eldur, pú, já, á Wembley. Wow. Þetta er alveg meira háttar, Villi. Ég held að þetta sé skemmtilegasta sem við höfum haft inn í herbygginu. Þetta er bara í fyrsta skipti sem við erum með eldinn í herbyggi, sko. Það er eins gott að við erum með gleraugun. Það er ekki hægt að slökkva. Nei, pabbi, nennir að slökkva?